Þá tölum við sínusregluna. Hér umgjörðin fyrir hana. Við höfum 3 punkta A, B og C og þeir eru ekki samlína. Minnst það kosti ekki hér á myndinni og svo tilsvarandi horn alfa, beta, gamma og hlíðalengdir A, B og C. Og þá er sínusreglan þessi keðjujöfna hér. A á móti sínus af alfa, það er sama á B á móti sínus af beta, það er sama á C á móti sínus af gamma. Nú jafngildi er auðvitað að setja hana fram með að taka umhverfur og séu sínus af alfa á móti A, það er sínus af beta á móti B sem er sínus af gamma á móti C. Svona, sönnun. Hún byggir á því að hægt er að skrifa flatarmál þríhyrnings sem grunnlína sinnum hæð deilt með 2 á 3 vegu. Og ef við gerum það þá er beinafleiðing þess sínusreglan. Og við skulum þá sækja okkur hæðirnar. Grunnlína sinnum hæð deilt með 2 er flatarmál og við höfum 3 hæðir. Við skulum byrja að finna hæðin á A. Föllum við lóðlínu hér frá hornpunktinum A á línustrikið CB sem hefur lengdina A. Hæð A er sínus af beta sinnum C. Eða C sinnum sín beta. Og svo getum við fundið hæðina á B. Hérna fellum hér lóðlínu á hornpunktinu B á þetta línustrik, svona, köllum þetta HB. Þá fáum við HB er A sinnum sínus af gamma. Og síðasta hæðin, HC, teiknum hann upp líka. Og við fáum að HC er B sinnum sínus af alfa. B og sinnum sínus af alfa, hindir. HC er B sinnum sínus af alfa. Og þá erum við með allt sem við þurfum. Við sjáum að 2 sinnum flatarmál þríhyrningsins hornpunkt ABC. Ég þarf að skrifa það á 3 vegu. Það er A sinnum hæðin á A, líka B hæðin á B og það er C sinnum hæðin á C. Setjum þá inn stærðirnar sem eru gefnar. Það er þá A sinnum hæðin á A sem er C sin beta. Og þetta er líka B sinnum hæðin á B sem er A sin gamma. Og C sinnum B sin alfa. C sinnum B sin alfa. Svona. Og þá er ekki annað að gera heldur en að deila í gegnum þessa síðustu keðjujöfnu eða síðustu línu með ABC. Það er að segja 2 sinnum flatarmál þríhyrningsins ABC. Deilum bara í gegn með ABC, þá ætti sínusreglan að koma. Til að ef við deilum hér með ABC, það styttist AC út en eftir stendur B í nefnara. Þá fáum við sín beta á móti B. Deilum hér með ABC, þá stendur C eftir í nefnara. Þannig við höfum sín gamma á móti C og að lokum ef við deilum hér með ABC þá stendur A eftir í nefnara. CB styttist út. Við höfum þá sín alfa á móti A. Og þetta er reglan þá. Svona. Skulum þá búa okkur til lítið dæmi. Það sem við notum regluna. A hérna B og þetta sé 50 gráður og B sé 70 gráður
hornpunktur C, tilsvarandi horn gamma, A sé gefið 5, vitum ekki hvað C er og vitum ekki hvað B er og segjum það dæmi, bara nummer 1 og segjum bara finnum eða ákvarðum hornið C sem er þá gamma og síðan B og C. Lausn. Við skulum bara stilla upp sínusreglunni. A á móti sín alfa er B á móti sín beta og það er C á móti sín gamma. Og við þurfum að finna C kannski fyrst, eða hornið gamma sem ákvæðist á þessum hornpunkti C. Þá höfum við að gamma er 180 gráður mínus alfa pluss beta, 180 gráður mínus 50 pluss 70 sem eru 120 og þá fáum við að þetta er 60 gráður horn. Þannig þetta er þríhyrningur með 50, 60 og 70 gráður horn. Svo finnum við beta út frá þessu, markverðum í gegnum þessa jöfnu með sín beta. Svo leysa B er sín beta sinnum A sín alfa sem er sínus af 70 gráðum sinnum 5 á móti sínus af 50. Látum svo matlabum að reikna þetta fyrir okkur. Séð hérna, við getum þá nota þessa eða þessa hérna jöfnu og þá fáum við að C er sín gamma sinnum A á móti sín alfa sem er sínus af 60 gráðum sinnum 5 á móti sín 50 gráður. Og svo skulum við fá þetta. Þetta er þá dæmi nummer 1 og það er format sort, Georg fjórðaukastæfi. A er 5, A er 50, B er 70, skrifum þetta bara svona. C er þá 180 mínus A mínus B og við fundið þarna gamma og B er A sinnum þetta hlutfall sínus á B móti sínus á A og það sem er með gráðu þá notum við þetta D hér og við skulum þá bara fá svarið svona 6,1334 það er B 6,1334 og C er 5,6526 5,6526 svona og ég skrifa svo niðurstöðuna hér neðst. Lítum þá á annað dæmi og ég svona byrjaður á því. Þá er gefið horn alfa 39 gráður, mótlæg hlið, hún er hérna 28 og síðan bara önnur aðlæg hliðin. Við hugsa sem svo að þetta sé kannski eitthvað játprófíl. Það sem við vitum bara hvað þetta hérna er og þetta hér og þetta horn hérna. En þessi er runni laus. Við vitum ekki hvort að þetta er gleitt horn eða hvort þetta er hvasst horn. Þetta geti líka verið A, sem sagt þetta hér geti líka verið 28. Þannig að C er hér líka, það er annar möguleiki. Og það sem við getum aðeins gert er að reyna að álykta beta með stökkflóttu til að byrja með. Miðað við þessa útgáfu þá er beta hvasst horn en beta
B-ið er raun og veru hér, þá hlýtur að koma til greina líka að beta geti verið gleitt horn. Og við stillum upp þessari jöfnu hér. Sínus af beta er þá hvertum hingað, er þá B sinnum sínus alfa móti A eða 41 sinnum sínus 39 á móti 28 og látum svo bara MATLAB að hjálpa okkur. Þetta er búin að slá inn allt í lagi. A, hornið eða alfa eða 39, hliðin A er 28, B er 41. Sínus af beta er þá B sinnum sínus og D-ið fyrir gráður af horninu A á móti A. Til þess að finna hornið B þá notum við arkar sínus með D-inu til að gefa svarið í gráðum og nú ætlum við að sjá hvað kemur. Ég fæ að sínus af horninu beta er 0,9215 og B-ið með arka sínusnum er þá 67 gráður. Svona. En tekna þetta svona sem miðju og ætti að geta litið einhvern veginn sé í miðjunni. Og hérna gæti líka armurinn A leið. Svona. Þetta gæti líka verið A. Til þess að finna þá hinn möguleikann fyrir beta, þar að segja að beta geti líka verið þetta hérna horn. Þá þurfum við að velta þið fyrir okkur hvernig við finnum það og búum ekki bara til réttan þýðning, er það ekki alltaf loðið. Þannig að þessir hérna tveir, þessi og þessi eru einslaga, spegilmynd hvor annars. Það þýðir að þetta hérna horn er jafnstórt betu og þá höfum við hér að hinn möguleikinn á betu er 180 mínus beta. Þannig það hlýtur að vera annar möguleiki á svari. Þess að þetta gaf möguleiki 1, þá er gamma gleitt. Að þá er beta hvasst og beta var 67 eitthvað, 67,1471, 67,1471, en ef gamma er hvasst þá er beta gleitt og þá verður beta að vera 180 gráður mínus 67,1471 og skulum nota bara MATLAB. Nýtt beta væri þá 180 mínus B 112 gráður sem er 112,8529 8529. Við skulum kalla þetta bara beta mert. Gott og vel, hér er horn gefið og við vitum lengdina á þessari aðlega hlið, en við vitum ekki þessa hér og við höfum enga hugmynd það hvernig þessi hérna hlið kemur. Við höfum ekki upplýsingar þetta horn hér. Hér hefur við þá dæmi notkun á sínusreglunni þar sem að 2 svör koma til greina. En nú getum við líka fundið gamma gleitt og gamma hvasst. Það er þá 2 möguleikar á gamma. Svona. Nú þriðja dæmið sem að er nú svona meira til skemmtunar. Hvaða tala er þetta? Hvaða rúmfræðilega tala er þetta? A á móti sín alfa sem er sama tala og B á móti sín beta sem er sama tala og C á móti sín gamma. Jú, skulum bara stilla upp og búa okkur til þríhyrning með hornpunkt A, B og C
svona eins og venju vant alfa, beta, gamma og hlíðar lengdir A, B og C. Nú við rifjum upp að við getum fundið umhring fyrir sérkvæð þríhyrning. Þá fundum við miðþverla, svona, hér drögum við hornrétta línu, reisum hér lóðlínur og þær skerast allar í miðju umhringsins. Henglega stroka út miðþverlana og þessi hringur hefur geisla, kalla hann bara R, og þvermálans er nákvæmlega þessi tala, A á móti sín alfa. Og hvernig sjáum við það? Jú, ef við veljum geislan hér í gegn, hérna, og draugum svo áfram, þá er komið með 2R, það er lengt þessa rauðastriks, og nú sjáum við að hornið alfa spannar þennan boga hér, bogan frá C, B, og þá er regla sem við kallum fyrir hornareglan, það er að segja, hún er svona eiginlega útvíkkuð regla þagleysar, að þetta horn hérna, kallað miðhorn hringsins, það er tvissinu stærra heldur en alfa, þetta er þess að 2 alfa. Og ef ég myndi nú færa þennan hornpunkt A eitthvað til, þá segjum ég setja hann bara hér, segjum bara A-mert, að þá spannar þetta hérna horn hér, hingað, nokkala sem að boga. Þetta horn hér er líka alfa. Og svo sjáum við núna að þessi hliðarlengd A er ofanvarpið af þessari lengd hér. Það þýðir að 2R sinnum sínus af alfa er A og svo er bara að deila í gegn með sínus af alfa. Svona. Og við skulum fá eitt blað, stækka letrið og móka til hring, svona miðjuhring til að breyta nafninu. Og A, það kalla miðjuna miðjuhringur. Svona. Síðan get ég sett punkta á hringinn, A hérna, þess ég sé hér og búið til þríhyrninginn. Og ef við höfum þetta eins og á myndinni sem við teiknum áðan, þá og ég sé hérna uppi A hér aukstar og B kannski hér, eitthvað svona. Og nú draugum við geislan frá C í gegnum miðjuna og merktinn punkt hér, hann heitir þá ABCD, já. Og hvað sjáum við? Hér höfum við bogan CB sem að þetta ferilhorn hérna spannar, en miðhornið er hér, ef við setjum miðhornið svona, mælum þetta gamni, það er gert hér, er þá miðhornið, það er 102,54, þá ættum við vonað því að þetta ferilhorn hérna, sem við kallum alfa, sé heilmikið minna heldur en þetta horn sem að, hún stýr það alfa, við ætlum að kalla það nú eitthvað annað, endurnefna. Sigma. Þá ættum við að fá hornið alfa þegar við mælum hér hornið alfa. En ferilhornarreglan segir að gott og vel, ef ég myndi nú færa punktinn A til, þá breytist ekki stærð ferilhornsins. Nú þess vegna ef ég mynda nú hér annað ferilhorn sem að fær hornjá B
C, þá er það líka 51,27 gráður, það er nákvæmlega stórt og alfa. En þá er þetta nú eiginlega komið, því að ef við tökum alla þennan geisla CD, þar að segja þvermál umringsins, hérna lítum á það og skoðum síðan þessa hlið hér, að A er ofanvarp þvermálsins sem við köllum 2R. Og þetta hérna horn er alfa, þannig að við segjum A er 2R sinnum sínus af alfa. Komið. Ef við þekkjum flatarmál þríhyrnings sem við getum auðveldlega reiknað út, þá getum við líka fengið snirtilega formúlu fyrir geisla umringsins. Rifjum upp að þegar vorum að sanna sínusregluna, þá notuðum við þetta samband hér. Nú tökum við umhverfuna. Þetta er tvísinnum flatarmál innritaðs þríhyrnings. Þá sjáum við að geisli umringsins er ABC á móti 4, eða 4 sinnum flatarmál einhvers þríhyrnings sem er innritaður. En þá fáum við þessa fínu formúlu að flatarmál umringsins, takum það svona, það er pi sinnum r í öðru, sem er þá pi sinnum ABC í öðru á móti 16 sinnum flatarmál þríhyrningsins í öðru feldi. Og nú viljum við gjarnan láta reyna á formúluna og samkvæmt smíð ættum við geta valið hvaða þríhyrning sem vera skal til þess að prófa formúluna. Og ég ætla að prófa þennan hér, teikna hérna á myndina, hann hefur grunnlínu 2R og hæðina R, satt grunnlínu til sinnum stóra R sinnum R. Og að flatarmálið grunnlína sinnum hæð deilt með 2, það er þá stóra R í öðru, það er flatarmál þríhyrningsins. Og ef að þetta væri nú, segjum hliðarlengdin A og þetta væri hliðarlengdin B og þetta væri hliðarlengdin C, teiknum maður nú hérna, þá sjáum við að A-ið væri rótin af 2R og B-ið væri það líka og C-ið væri þvermálið. Nú skulum við stinga þessu inn í formúluna hérna ofan og við ættum þá að fá út pi sinnum r í öðru ef allt gengur upp. Og hér hefur við þá pi og setjum inn a, b, c, rótin af 2R sinnum rótin af 2R sinnum 2R allt í öðru á móti 16 sinnum flatarmál þessa þríhyrnings og við fáum þá pi. Hérna hefur rótin af 2 sinnum rótin af 2, það er tvistur. 2 sinnum 2 eru 4, 4 í öðru eru 16, þannig að 16 styttist út. Þá fáum við nýsveganum r í þriðja, allt í öðru. Gleymi hérna stannaveldið. Á móti r í öðru og þetta verður þá r í sjötta á móti r í fjóruða. Við fáum pi sinnum r í öðru og við endurheimtum þá bara formúluna aftur. Það sem er notadrjúgt við þessa formúlu er að hún gildir auðvitað fyrir hvaða þríhyrning sem vera skal sem er innritaður. Og ef við skoðum til dæmis eitt svona lítinn skratta, segjum bara hans hér, að hér fáum við að þessi stærð ABC á móti tvísinu flatarmálin er óbreyta. Ef við reiknum flatarmál þessa hér og deildum þessa tvísinu flatarmálinu upp í margveldi hliðarlengdans, þá fáum við líka 2R. Svona, þetta var svona meira til yndisauka heldur en okkur annað. Segjum þetta gott.